Á Íslandi erfðablöndun reyndar nú þegar hafin, samkvæmt niðurstöðum hafrannsóknastofnunar sem voru birtar í sumar. Þannig að það að menn telji það að það lifi ekkert af þessum fiskum af, það er allavega ekki að raungerast hér. Við erum að sjá að þeir eru búnir að klára sin lífsferil og eru komnir aftur inn í árnar sem að getur þá til þess að hrygna þá med viltum stofnum. Men det klart, en situasjon at det jo da på en måte unngå at det skjer flere sånne rømminger, og få at dette skjer over flere år. Det på en måte det viktigste, at en kan sette inn tiltak for å unngå at dette skjer igjen. Og ef þeir blandast inn í okkar stofna, þá bæði minnkar líffræðilegu fjölbreytileiki sem að okkur ber að viðhalda. Guðni bendir á að mikilvægir erfðaeiginleikar geti horfið. Aðlögunarhæfni minnki, stofnarnir breytast og þar með stofnstærð til lengri tíma. Nú hefur því verið haldið fram að til lengri tíma, þá kannski skiptir þetta ekkert ofboðslegu máli vegna þess að þessi eldiseiginleikar muni bara veljast út í náttúruvalinu. Ef þetta væri einstakur atburður til dæmis, þá myndi náttúruvalið virka til þess að velja það út. Ef uppsprettan hins vegar stöð og það alltaf að koma aðkomu fiskar inn og þeir að blandast á smám saman þynnist út erfðaefnið í þessum viltustofnum og þeir verða þá líkar og líkari eldisstofnum. Það sem ég held að með segja liggi fyrir er að það getur enginn sagt fyrir það nákvæmlega með vissu hvað afleiðingar blöndun mun hafa.